Já, komið sæl. Hún var stíf sunnanáttin í dag en það komu kuldaskil hér upp að vestanverðu landinu og eru þau núna að ganga hér austur yfir landið. Við sjáum að lægðamiðjan sjálf var stödd hér á hádegi í dag vestur við Grænland og lægðin sjálf að hún leitar hér fyrst til austurs og seinna meir til suðausturs og þá verður nú norðanáttin hjá okkur komin inn þá seinnipartinn á morgun og hún getur verið nokkuð stíf svona eitthvað fram á þriðjudaginn. En þessi þetta eru kuldaskil sem að fara austur yfir landið og við verðum hér í svona tiltölulega köldu éljalofti á morgun og sjáum hér síðan hlýtt loft sem að kemur þá inn til okkar þá á miðvikudaginn og útlit svona fyrir það að þegar líður á vikuna þá verði suðurlegar áttir algengari hjá okkur. En ef við byrjum á stöðunni á morgun þá eru sem sé í kvöld og í nótt eru skilin að fara hér austur fyrir land og það verður sem sé svona lægða drag yfir landinu fyrirpartinn á morgun og tiltölulega rólegt veður en þó með éljum þá einkum að sér hér sunnan til á landinu og hitatölur svona heldur fallandi hjá okkur þó viðbúið að þetta verði nú og yfir frostmarki allan að miðjan daginn og morgun. En við sjáum hér á vestanverðu landinu klukkan 15 á morgun og þá nú svona þessi norðanáttin að ná tökum og hún dreifir sig síðan hér austur yfir landið og annað kvöld að þá sjáum við þá nú norðanáttin orðin vel stíf, sums staðar allhvöss. Það verður þurrt í þessu sunnanvert landið en má gera ráð fyrir að það verði snjói víða norðanlands og getur verið hríðaveður að ræða. Þetta gengur nú síðan allt saman niður á þriðjudaginn og við sjáum hér að á þriðjudag klukkan 15 þá nú búið að lægja og létta til víða land en orðið nokkuð kalt, ekki að sjá að hiti muni ná svo heiti geti yfir frostmark norðanvert landið en við erum að gera þá hér sunnanvert landið. En á miðvikudaginn þá mun síðan smá saman hvessa af suðri og þykna upp þá fyrst hér vestan til á landinu því að það koma skil seinnipartinn inn þá úr vestri og getur ringt nokkuð duglega úr þeim hér sunnan á vesturlands þegar þau fara yfir og það enda jafnframt einnig nokkuð þunn lína í þessu þetta getur væntanlega fyrst sinn verið þá snjókoma eða slitta. Og að sjá síðan að á fimmtudaginn þá verði þessi skil þau munu núna staðnæmast yfir svona miðju landi og verða nú orðinu mjög trosnuð þó munu þau gefa sér einhver úrkomu hér sunnanvert landið og geta gert þeirni lítillega hér vestanlands en átakalítið veður og svona suðurlega átt ríkjandi í þessu og heiti víðast hvar yfir frostmarki og verður sjá síðan að það haldi áfram svona með suðurlega máttum þá það sem eftir lifir viku. En förum þá yfir á meginlandið og það víða, getur sagt að það sé vorstemning víða í Evrópu. Við sjáum að það er hæð yfir Eystrasaltinu, sólríkt víða í mið og mið-Evrópu og hiti þetta 15 til 20 stig. Einnig ágætisveður í sunnanverðri Skandinavíu. En við sjáum að það í rauninni sólríkt á stóru svæði í álfunni en öllu kannski óstöðara þegar komið þá suður á Íberíuskaga í Portúgal og á Spáni og það nær einnig þá til suðvesturs til Kanaríeyja. Og svo í Norður-Ameríku og þá eru spár að gera ráð fyrir það muni rigna nokkuð duglega hér á Flórídaskaga, sérstaklega norðaverðum á morgun en öðru lítið átök og það sem á morgun 1. apríl að þá nú hitatölur ekkert svo ýkja háar eins og við sjáum hér við þetta bara frostmarki og upp í 5-6 stig sem þykir nú kannski ekki ýkja hátt fyrir árstíman og við sjáum reyndar að til að þetta komið út af vesturströndinni á 22 stig hiti í Los Angeles og sól þar en rignir þegar norðan dregur við vesturströnd Bandaríkjanna. En enda þetta hér á korti morgundagsins, það dregur í norðanátt hjá okkur þegar líður á morgundaginn og getur gert hríðaveður norðanvert landið. Verið sæl.